Halló, halló krakkar, ég heiti Bjarni. Ég heiti Hildur Vala. Ég heiti Halli. Verið hjartanlega velkomin í Þjóðleikhúsið, leikhús allra Íslendinga. Við þrjú erum einmitt leikarar hjá Þjóðleikhúsinu og við erum öll að æfa þessa dagana fjölskyldusýninguna Kardimmomubærinn. Talandi Kardimmomubæinn, þá langar okkur að sýna ykkur hvernig sýning eins og Kardimmomubærinn verður til. En fyrst langar okkur að bjóða ykkur í skoðunarferð Þjóðleikhúsið. Komið þið, eltiði mig. Jæja, þá erum við komin í Þjóðleikhúsið. Þegar maður mætir í leikhús, þá byrjar maður á því að ná í miða sinn hérna í miðasölunni. Það er þessi 2 metra regla núna, þannig að á daginn er að sækja miða. Já, gjörðu svo vel. Já, takk. Er þetta ekki cirka 2? Jú, flott. Náðum miðanum. Takk, takk. Daginn er með miða hérna. Já, gjör svo vel, það er hérna hægra megin, velkomin. Eitt sem ég skil aldrei þegar maður fyrir í leikhús, þá er maður alltaf sagt annaðhvort hægra megin eða vinstra megin. Ég er reyndar örvhentur hann, þetta er pínu erfitt, sko. Þegar maður er komin hingað, þá er bara ein regla. Það má ekki hafa hátt. Ef maður til dæmis þekkir einhvern á sviðinu eða eitthvað, þá má maður ekki segja "Hæ, Alli frændi!" Kannski frekar bara "Þetta er Alli frændi minn. Þekki hann." Alli, já. Þá. Sýningin að byrja. En það er eiginlega engin sýning að byrja, af því að það er samkomubann. Þannig að við ætlum að halda áfram og fara bara baksviðs. Jæja, þá erum við komin í það sem kallað er græna herbergið. Það er ekkert grænt á litin, ég veit ekkert af hverju það er kallað græna herbergið, þetta er bara græna herbergið. En þetta er svona herbergið þar sem að leikarar fá sér kaffi, spjalla saman, sumir fara yfir textann sinn. Húrra fyrir Síversen sporvagnstjóra. Já, heyrðu, við erum á Íslandi og þar er áherslan alltaf á fyrsta atkvæði. Þetta er sko húrra, þetta er ekki húrra. Húrra! Húrra! Fyrir Síversen sporvagnstjóra. Húrra fyrir prísugerðamanninn. Jæja, nú erum við komin upp í það sem við kallum hár og smík. Það sem að mann er greitt og fær svona málningu framan. Mann er breytt í einhvern karakter sem maður fer svo niður á svið og leikur. Eins og til dæmis þessi hárkolla væri sniðuð hérna. Er það ekki smart? Já, þá erum við komin á sal sem að kallaður er málarasalurinn. Hann heitir það því að í gamla daga voru leiktjöldin máluð hérna, en nú notum við hann aðalega til þess að æfa leikrit og eiginlega öll leikrið í Þjóðleikhúsinu eru æfð á þessum sal, málarasalnum. Og þannig er einmitt leikarar að æfa sig. 5, 6, 7, 8! Næst ætlum við að hitta hana Ágústu Skúladóttur sem er leikstjóri í Kardimmomubænum og við ætlum að kynnast aðeins hvernig leikstjórar vinna í leikhúsinu.